En byrjum þáttinn í Brussel í Belgíu, þar sem vinsælir matreiðsluþættir eru framleiddir við frumlegar aðstæður. Hæ, ég heiti Kristinn og er Guðmundsson. Ég er 32 ára uppalinn Keflvíkingur. Ég er suðarinn, eða, já, ég bý til Soð. Eins fáránlega það hljómar þá langaði mér þá var ég að fara til Íslands í sumar og ætlaði að vera upp í sumarbústað hjá mömmu og pappa bara í einhvern mánuð eða 2, það var svona hugmyndin í byrjun og mér vantaði einhverja sumarvinnu og þá kom þessi hugmynd að búa til bara kokkaþætti á netinu og sjá hvert það leiðir og svo er maður náttúrulega bara algjör matarpervert og hefur bara rosa gaman að því elda líka en þú veist, eitthvað svona passion fyrir því byrjar eiginlega bara frekar snemma. Mér langaði að vera kokkur alveg bara svona 13-14 ára og þá sagði vinur minn Bjarni Páll Tryggvason sem var kokkur á Glóðinni á þeim tíma ef einhver man eftir þeim stað, þá sagði hann mér að þetta væri ömurlegur vinnutími og þá hætti ég við og varð myndlistarmaður og áttaði mig á því að það væri ömurlegur vinnutími og illa borgað. Þannig að nú er ég einhvern veginn svona að reyna að blanda þessu öllu saman í eitt. Ég vann á Pizzastelli 7 í Keflavík í gamla daga að kasta upp pítsur og eitthvað og þar lærði ég ýmislegt eins og í samsetningu ingredients, hvernig sem maður það svona samsetningu innihaldsefni, þannig að þar svona byrjar maður að átta sig á því að laukur er ekkert endilega laukur þegar maður setur hann með hinu og þessu, þannig að það var svona fyrsta svona námið mitt en síðan í skólanum mínum í Amsterdam, þar var ég kokkur, gerði það svona með skóla og svo er ég búinn að vera að vinna í, verða 4 ár off and on á veitingastæðinni í Brussel og þannig að ég hef lært ýmislegt af þessu en svo alveg endalaust mikið af YouTube. Það var eiginlega bara mjög snemma eiginlega ég var að hugsa um þetta ég er búinn að vera að hugsa um þetta í ár eiginlega svona off and on en svona byrjaði fyrir alvöru að hugsa út í þetta í ágúst í fyrra þegar ég var í Ítalíu með vinum mínum í útilegu og þá áttaði ég mig á því hvað mér fannst ógeðslega gaman að elda úti og svona elda í lélugum aðstæðum og það finnst mér ógeðslega gaman og þá hugsaði ég með mér að eldhúsið heima er bæði ekki jafn myndrænt og stúdíóið mitt og ég myndi fá þessa svona úti tilfinningu að vera að elda uppi. Blanda öllu saman, það bara pröfa og klúðra. Ég klúðra svo mörgu. Snæbjörn, vinur minn, hefur fengið... Já, algjörlega mér finnst svona, maður er svolítið þreyttur á svona sterílseruðum þáttum þar sem það er búið að skera allt fyrir þig og allt er tilbúið, þú kemur bara og skellir á þig svuntunni og hendur einhverju saman og svo drekkur hvítvin eftir á eða eitthvað. Þetta er svolítið svona leiðilegt, það er bara svona ein leið að búa til þátt en þú veist, ég er ekkert að lasta þá þætti neitt mér finnst þeir bara eiga alveg jafn mikið inni að vera til eins og minn þáttur eða einhver annar þáttur. En mér finnst svona að þú veist, að maður klúðrar alltaf einhverju. Meistarakokkur klúðrar alltaf einhverju. Mér finnst, ég læri langmest á klúðri, Þannig er ég með parsley eða peterseili eða man ekki hvað þetta heitir á íslensku. Bara jákvætt, bara spennandi, ógeðslega gaman. Þetta svona kýtlar hégóman svolítið mikið, sem kannski hræðir vini mína svolítið mikið sem telja mig vera egoista og svona eitthvað. Tala mikið sjálfa mig og eitthvað. Ég er ekki sammála þeim en þeim finnst það þannig
En þetta bara búið ógeðslega gaman og ég bara vona að fleiri komi og við búum til bara svona góða suðu af fólki sem hefur áhuga á að elda og jafnvel hafa ekki áhuga að elda, mér segir líka. Herru, ég bara með alveg sko beina sýn yfir framhaldinu sko. Nei, ok, það kannski smá ríkt en ég með þokkalega svona í sumar þá ætla ég einmitt að koma til Íslands og þá ætla ég að elda úti og mjög líklegast byggja pítsuofn sem eitthvað svona sætþáttur af soð, þar sem soð byggir eitthvað. Þannig að í sumar þá mun ég í alvörunni bara elda úti í hvaða veðrið sem og reyna að búa til ýmis svona girnilega rétti. Nei, ég er bara myndlistarmaður að elda. Ég ekki myndlist sem matur eða eitthvað svoleiðis. Ég er bara myndlistarmaður að elda. Mér langar svolítið að halda því bara svona bara til hliðar og vera eitthvað annað. En auðvitað ég að performa. En ég lít ekki á þetta sem myndlist eða listaverk eða eitthvað svoleiðis. Ég hef séð það svolítið svona í gegnum þessa þætti mína að þú veist að það þarf ekki mikið. Þú þarft ekki að eiga Moulinex græju eða KitchenAid eða eitthvað svoleiðis til þess að elda vel. Í rauninni þarftu bara góðan, gott heat source. Ég elda með gasi út af því að mér finnst rosa gott að geta stjórnað hitanum mjög hratt og svo bara, þú veist, eina pönnu og svo þarf maður bara eina pönnu og einn pott og góðan hníf. Góður hnífur kannski það eina sem þú þarft að verja miklum peningi. Já, flest af þessu bara eitthvað sem mér finnst gaman að elda og það sem mér finnst gaman að borða en núna ég ákvað að byrja í þema og þema var sko Belgía / bjór. Já, úti sko, mjög einfalt. Það ég held að sé svona ein af ástæðunum af hverju ég flutti til Belgíu. Svona fyrsta ástæðan kannski kærasta mín sem belgísk og önnur ástæðan var matarmenningin geggjuð. Það hægt að finna nefnilega, og sérstaklega þetta í Brussel úti því að það eru allra þjóða kvikindi hérna. Já, ég hef ég fekk mér bit á banana eins og eitthvað villisíkur. Fólk hefur verið bara að taka þátt til því sko. Ég veit að fólki að Vestfjörðum sem eru að dunda sér við uppskriftirnar mínar og svo náttúrulega eru vinir mínir svona sérstaklega að taka þátt og líka bara fullt af ókunnugu fólki sko. Og það þykir mér alveg sko ógeðslega skemmtilegt. Það alveg bara, það svona, þá finnst maður að maður hefði náð einhverju fram. Ég væri alveg til að ná til sem flestra og svona bara opna aðeins augun fyrir að þú þarft ekki risa eldhús til þess að búa til risa og geggjaða veislu og þú þarft ekki nýjustu græjur og það þarf ekkert endilega að vera dýrt til þess að búa til alveg dýrindis veislu. Svoð, eiginlega bara svolítið lýsandi líka bara fyrir þessa þætti. Hvað eiga að vera? Þeir bara að vera svona samsuða af ýmsu, þú veist, þetta ekkert endilega að vera hollt en ekkert endilega að vera óhollt og þannig að, þú veist, þetta á bara að vera svona suða af alls konar. Ég hef oft verið kallað röflarinn í vinahópnum mínum, þannig að suðarinn svona ágætt líka held ég.